Vilhjálmur Þorsteinsson næstur á mælendaskrá og þegar hann hefur lokið máli sínu þá loka ég mælendaskránni. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Já, formaður og góðir ráðsfulltrúar. Fyrst bara örstutt í tilefni af orðum Þorvaldar þá vildi ég benda á það að Ríkisendurskoðun stjórnarskrárvernduð síðan 1995 í 43. grein stjórnarskrárinnar en við reyndar í B-nefnd erum að leggja til, má segja enn ítarlegri stjórnarskrárvernd yfir Ríkisendurskoðanda og það í kaflanum okkar stjórnsýslu og eftirlit. En aðeins að þá umboðsmanni almennings eða Alþingis. Fyrst vil ég bara árétta að þetta náttúrulega mikil réttarbót eins og fleiri hafa bent á að fá þetta embætti inn í stjórnarskrána og fá það þar því gefnu vernd. Og það líka mikilvægt að það tekið fram þá í stjórnarskráni að umboðsmaður sé sjálfstæður í störfum sínum og hann náttúrulega sinna réttargæslu og hvað að segja, gæta hagsmuna almennings gagnvart stjórnsýslu. Ég held að þetta sé, eins og segja, afar mikilvægt að fá þetta inn í stjórnarskrána þessum tímapunkti. Nú það hefur verið umræða þetta ákvæði eða þessa málsgrein sem inn í horklófum. Stjórnvaldi skylt að hlíta tilmælum umboðsmanns nema dómstóll kveði á annað og það verður að viðurkennast, við höfum aðeins verið að vandræðast með þetta í nefndinni og hluti af því að það sem gert í nágrannalöndum okkar, að minnsta kosti Finnlandi og Svíþjóð og víðar, Frakklandi og annars staðar að það sérstakur stjórnsýslu dómstóll. Það sérstak dómskerfi raun og veru fyrir stjórnsýsluna og þangað getur almenningur leitað með sína stjórnsýslu kærur og fengið úrskurði sem bindandi þá fyrir stjórnvöld í þeim úrlausnarefnum og til dæmis í Frakklandi þetta mjög þróað kerfi og þessir dómstólar sinna mjög mörgum málum og létta að hluta vinnuálagi af almennum dómstólum. En svona þetta bara samtvinnað hinu franska lýðræði og við höfum kannski verið svolítið feimin að stíga þetta skref alla leið að fara að setja upp stjórnsýslu dómstól en auðvitað væri það hugsanlega alveg athugandi. Hugmyndin hins vegar sú að það séu almennir dómstólar sem að sinna þessu verkefni hjá okkur en þá kemur að hlutverki umboðsmanns í því sambandi og hann hefur hingað til haft það hlutverk að gefa það út álit og tilmæli gagnvart stjórnsýslu og þau hafa ekki verið bindandi en stjórnvöld hafa svona brugðist við þeim eftir atvikum og í flestum tilvikum ágætlega en í öðrum tilvikum kannski ekki nægilega vel. Og þá vandinn hvað skal gera og þar af leiðandi þessi málsgrein þarna inn í horklófunum komin inn í okkar tillögur. En því ekki að neita að það þar kannski og ástæðan fyrir því kannski hún í horklófi svo að það þarf að hugsa þetta kannski aðeins betur og útfæra. Sjálfur hefði ég raun og veru verið hlynntari því að þarna gæti þá frekar komið inn málsgrein sem að gæfi umboðsmanni aðild að dómsmálum. Þar að segja að hann gæti sjálfstætt farið í mál við stjórnvöld til að rétt borgarana og jafnvel þá fyrir nýjum stjórnlaga dómstóli, þar að segja Hæstirétti í því hlutverki. Eftir því sem skilst þá eru erfiðleikar í því í dag að einn aðili ríkisvaldsins fari í mál við annan aðila ríkisvaldsins og það almennt gerist víst ekki þannig að það hefði þá þurft að gefa umboðsmanni eins og segi sérstaka heimild til aðildar á dómsmálum og það myndi vera sænskri fyrirmynd og eins og ég segi ég hefði kannski persónulega viljað sjá slíkt ákvæði þarna í staðinn fyrir þessa málsgrein og talið það þá nægilega heimild sem að umboðsmaður geti beitt til að má segja knýja fram umbætur þar sem honum finnst verulega á skorta. En það væri forvitnilegt að heyra í öðrum hvað þeim finnst þetta. En svo vildi ég bara aftur ítreka að þarna að sjálfsögðu verulega réttarbót rétt almennings gagnvart stjórnsýslu og embættismannakerfinu. Takk. Mælendaskrá hefur þá verið lokað og Íris Lind Sæmundsdóttir næst. Gjörðu svo vel.